Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í podcast því að nú á dögunum hófst nýtt podcast hérðan frá Akureyri, sent út hérðan, sem nefnist Bannað að dæma og hingað til þess að segja mér frá því eru komin Heiðdís Austfjörð Óladóttir og Halldór Kristinn Harðarson. Verið hjartanlega velkomin í þáttinn og til hamingju með þáttinn ykkar. Takk fyrir. Hvernig kom þetta til að þið fóruð að gera þennan þátt saman? Opnaðu þig. Já. Þetta eiginlega allt honum að kenna, sko. Já, Hann náttúrulega opnaði þetta stúdíó, PSA, podcaststúdíó Akureyrar og stakk upp á því einhver tíman fyrir jól hvort ég vildi gera podcast og mig langaði það en ég var svona farin að bakka, mér fannst það svona eitthvað ég veit ekki hvort að fólk nenni að hlusta á mig og hvort ég hafi eitthvað að segja og var svona farin að draga úr og hann svona, pröfum þetta. Ég sagði, nei, kemst ekki. Svo sagði hann, pröfum þetta, núna á laugardag, ég sagði, nei, ég verður ekki Reykjavík. Hún tegði þetta í svona 2 mánuði. Já. Og svo tókum við bara pröfuþátt sem við svo bara sendum út og það var svo gaman að okkur langaði bara strax að taka annan. Já. Þannig að við gerum það og hann komin út og það var svo gaman að við erum bara komin með smá plan. Frábært. Og þið kallið þetta banna að dæma. Já. Og það náttúrulega banna að dæma. Hann kom svolítið með það. Já. Hvernig fæddist sú hugmynd? Það var bara eitthvað svona einhver brainstormfundur í fyrsta þættinum nafn á þættinum. Já. En svo bara lagðist ég á koddann og þá kom þetta. Því það er bannað að dæma vilji. Já, ég er alveg hjartanlega saman. Og já, þetta bara, passa líka bara dálítið við hvað sé, okkar karakter. Já. Við svona gert mikið gegnum tíðina og kannski verið svona smá ábyrjandi og svona og þá maður fengið stundum eitthvað á sig og einhverja sögur og svona. Já. Og eins og mikið af fólki í samfélaginu. Og þið náttúrulega bæði svona einmitt opinn og óhefluð og óhrætt við að tala hlutina sem svo frískandi og skemmtilegt og í öðrum þættinu þá til dæmis takið þið fyrir sko útlit að það sé bannað að dæma og það kannski eitt af fyrsta sem fólk dæmir einmitt í fari annarra og sjálfsins, ekki satt? Og eitthvað sem að ég verð bara alltaf fyrir einhvern veginn af því að ég klæði mig svona hinsegin og svona hinsegin og hef alltaf verið. Þá hef ég alltaf fengið svona skrítna spurningar hvort ég sé svona hinsegin út af því hvernig ég lít út. Einmitt. Og þá gæti ég alltaf sagt, af hverju heldur það? Og það bara, yrði á langt spjall, sko. Já, einmitt. Við hvern og einn, sko. Fínt að koma þessu bara öllu yfir í podcast, sko. Já, einmitt. Gera þessu bara skil í eitt skipti fyrir öll, vonandi. Og eru þið komið með langan lista af hlutum sem er bannað að dæma núna? Já, við erum komið alls konar sko umræðefni, en svo líka viljum við sko finna umræðefni út frá viðmælendum, af því við viljum fá viðmælendur. Já. Og við erum eiginlega bara, ég held að allur dagurinn sé hugmyndaflæði í okkur báðum sko, hvað við getum gert. Já. Og erum svona að fara að taka upp helgina til dæmis alveg 3 þætti, bara til þess að eiga efni sko. Já, bara búi í haginn, svona að hafa þetta klárt. Já. Og líka bara leyfa kannski fólki sem að fær kannski ekki endilega að tjá sig sín málefni og leyfa þeim að fá smá svona pall til þess að geta tjá sig af hverju þau eru svona eða hinsegin og þannig. Akkurat. Mér finnst þetta ótrúlega spennandi og ég er búin að hlusta hlusta á útlistþáttina. Það er virkilega gaman að því að þið voruð að orða hluti sem ég veit að margir hafa hugsað og að pæla í og það er svo skemmtilegt að heyra það frá einhverjum öðrum. Það er bara einhvern veginn svona, maður upplifir einhverja staðfestingu og tengingu og ég hef alltaf sagt að svo bestu podcastin eru þannig að manni líður eins og maður sitji í vinahóp en maður bara getur ekki sagt neitt, það er svo gallinn við það og það var tilfinningin sem ég fékk að hlusta á ykkur sko. Og eru þið þá búin að lista upp eins og viðmælendur líka langt fram í tímann eða nokkra? Já, það er alveg eitthvað fólki að fara að mæta og jú, þetta verður hvað ég segja, þetta verður öllum áttum líka. Já, það er líka bara, það er allt í boði. Þú veist, það er allt, einhvern veginn, mann getur tekið allt fyrir og mann langar líka alveg að finna fólk sem hefur eitthvað að segja sem einmitt hefur ekki fengið eitthvað plattform til þess að tala, sko. Nei. Tjá sig aðeins. Svo er þetta líka bara fínt líka fyrir alla, sko, því að þú veist, eins og við erum, við spurjum bara og spurjum, en við spurjum líka bara til þess að læra, sko. Já. Þú veist, það er, þú veist,
ég veit ekkert af hverju þessi svona og svona. Ef ég fæ ekki að spurja aðilann, þú veist, þá væntanlega læri ég ekki að því, sko. Nei. Og við erum nú öll hérna á þessari jörðu til þess að bæta okkur með hverjum deginum, held ég. Þannig að þetta rosalega góð leið til þess, sko. Já, og þetta format kannski sérstaklega hentugt upp á það, því að það erfiðar að láta allt flakka í sjónvarpi eins og við erum núna, en það einhvern veginn þægilegra af því að þetta maður hefur eins langa tíma og maður vill og svona, því sem næst. Og þetta er líka ekkert beint viðtal. Nei. Þetta er bara 3 manneskjur sem setjast niður og eru bara að spjalla. Þannig að það er svona svo til að það er mikrofón. Þannig að það sem við segjum kannski þarna, það er ekkert endilega eitthvað sem að við stöndum endilega allt á bakvið. Við erum bara meira svona að fræða okkur hlutin og einmitt spurja, sko. Já, og það er kannski er eitthvað sem að hefur minnkað með árunum eða maður svona óttast það að það hverfi að maður megi velt upp spurningum hversu heimskulegar sem það séu á þess að vera dæmdur fyrir það. Já, ég er svo ótrúlega forvitin. Þannig að ég spyr, eins og við ætlum að fá einn sem er votta Jehóva. Ég er mjög forvitin það allt saman. Þannig að ég er búin að biðja hann að koma til þess að ég geti bara forvitnast og ég sagði við hann, þetta er ekki eitthvað til þess að gera lítið úr þér eða eitthvað, þetta er algjörlega til þess að fræðast og til þess að fá svör sem að allir spyrja, svo kvissast eitthvað allt á milli fólks og þar koma svör sem eru ekki áreiðanleg af því að það er enginn til að svara þeim. Nei. Þannig að ég vil bara fá að spyrja hann og svo ætla bróðir minn líka að koma, hann er kjötæta, mikið dæmdi fyrir það. Og það er mjög áhugavert. Og við viljum bara fá að spyrja hann til dæmis út í það og spyrja hann á spurningum sem allir eru að spyrja en þora kannski ekki að spyrja hann. Og dæma hann kannski af því við veit ekki svarið. Nei. Og bara eins og með einn með útlit þá ræddu við eina stelpu sem ég þekki sem býr í Mývatnssveit, þetta er Ingibjörg Eyfjörð og klæði sig og málar rosalega flott en er rosalega mikið hort á hana. Og mér langar líka til dæmis bara að spyrja af hverju hún gerir þetta. Þú veist, ef hún hefur einhverja aðra ástæðu en ég fyrir því að líta öðruvísi út eða eitthvað, sko. Þetta er bara svona, þetta er eiginlega fyrir samfélagið að svala forvitni. Ég verði að segja það, af því ég er svo forvitin. Þá lít ég þetta pínu svona á það. Það er náttúrulega bara að slá 2 fleiri flugur í einu höggi að svala sinni forvitni og þú svala náttúrulega forvitni annarra leið. Þannig að ég held að það græða allir á því. Og einmitt þetta bara að við skiljum hvert annað svolítið betur hlýtur að vera öllum og samfélaginu til góða. Akkurat, og það að dæma ekki, heldur bara að fá svör. Bara, nálgast allt með opnum huga og þið eru sannarlega að gera það. Og þið takið þetta upp í podcaststúdíónu sem að þið voru að setja á laggirna, podcaststúdíó Akureyrar. Podcaststúdíó Akureyrar. Og var þetta búið að standa til lengi að opna þetta? Sko, þetta byrjaði sem hugmynd örugglega bara fyrir ári og það var ég og Dabbi Rún sem við eigum þetta saman. Við vorum að tala þetta upp á skrifstofu og það var bara svona eiginlega ekkert úr því, rosalega mikið hjá okkur að gera, kannski skemmtanagerðum og svona og kannski það var ekkert pláss fyrir þetta endilega þá. Svo núna bara þegar ástandið kemur að þá þarf að hugsa lausnin, það deyr allt í skemmtaniðinaðinu og svona. Og þetta er eitt af jákvæða sem kemur út úr veirunni. Og þannig var þetta til. Og bara farið fullt af stað, 5-6 þættir byrjaðir og fleiri að fara að byrja. Þannig að þú veist, Norðurland þurfti greinilega að tala. Það er engin vafa á því. Og bráðlega erum við að fara á stað með podcast námskeið fyrir unga sem aldna, þeir sem vilja koma og kannski læra að taka upp podcast og kannski þora ekki alveg. En þá kennum við nákvæmlega grunnskrifin og allt sem þarf til. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Og hvað ætlið að setja út þætti reglulega? Svona spyrji. Bara svo við getum. Bara cirka miðvik, kannski einu sinni í viku, en þetta er svona farið að þróast aldrei hratt núna. Þannig að mögulega ef það verður mikið af fólki sem vil spjalla og kannski fer þetta eitthvað oftar inn, sko. Einmitt. Byrjum 4 sinnum í mánuði. 4 sinnum í mánuði. Mér líst ótrúlega vel á þetta og ég hlakka mikið til þess að hlusta. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir að fá okkur.